Bæjarstjórn samþykkti lýðheilsustefnu fyrir Reykjanesbæ í desember 2020. Stefnan verður endurskoðuð árlega en birtir áhersluatriði bæjarstjórnar næstu 10 árin. Meginmarkmið lýðheilsustefnunnar að Reykjanesbær verði heilsueflandi samfélag þar sem íbúar búa við andlega, líkamlega og félagslega vellíðan. Við vinnum að þessu markmiði með því að styðja við og stuðla að heilsusamlegu og fjölskylduvænu samfélagi, en til þess þurfa að vera góðar aðstæður og umhverfi sem hlúa að og efla heilsusamlegt líferni hjá íbúum. Við viljum tryggja þekkingu og upplýsingar varðandi áhrifaþætti heilbrigðis. Við viljum öll vera heilsusamleg, en við þurfum fræðslu og við þurfum forvarnir og við þurfum virka íhlutun í sveitarfélaginu þannig að allir íbúar geti notið sín og eigi yndislegt líf. Heilsueflandi samfélag snýst það okkur líði öllum vel í Reykjanesbæ. Við þurfum að huga að heilsu hvers og eins, við þurfum að huga að umhverfinu, við þurfum að huga að vinnustöðum, við þurfum að huga að því að það sé góður balans á milli vinnu og einkalífs. Við ætlum að hvetja og styðja við heilsueflingu bæjarbúa og samþættingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna sem snúa að heilsu og vellíðan. Við ætlum að sjá til þess að Reykjanesbær og allir leik-, grunn- og framhaldsskólar verði orðnir virkir þáttakendur í heilsueflandi verkefnum embætti landlæknis í lok árs 2021. Geðrækt verður áhersluatriði þar sem unnin verða verkefni lúta að íhlutun, ráðgjöf og fræðslu fyrir alla aldurshópa í sveitarfélaginu. Saman erum við heilsueflandi samfélag. My pesa ekosełoho, upese okosełoho. My dałasi. Zdrowie publiczne to pójście pobiegać. Você é a inspiração para nossa saúde pública. Lýðheilsan mín er lýðheilsan þín.